En við ætlum að fjalla næst leiksýningu sem sett verður upp undir fjöllunum núna á næstu dögum og við höfum náð símasambandi við formann leikfélags Austur-Eyfellinga, Guðrún Inga Sveinsdóttir á línunni. Sælvertu Guðrún? Já, sælvertu. Já, þið ætlaði að fara að setja upp sýningu Gísla á Uppsölum, þar að segja Komedíuleikhúsið kemur í heimsókn til ykkar. Já, Komedíuleikhúsið kemur í heimsókn. Segðu okkur frá aðeins, hvernig? Já, það er nú svo sem ekkert mikið annað það að segja en við ákvæðum bara að fá þessa frábæra sýningu til okkar. Við höfum heist allt gott af henni. Já, já. Og gagnrýnin mjög fín. Já, þetta hefur vakið athygli. Þetta hefur vakið athygli, þetta sé einstaklega leikverk einstaklega mann í uppverkinu. Já, jú. Svo við segjum í auglýsingunni og hér á ferðinni áhrifamikil sýning sem hefur hrifið áhrifandi líkt og sagarsögu heitinnar. Já, Gísla sem var eftirminnilegur. Já. Þeir sem sáu hann og heyrðu í manninum, þetta var mjög áhrifaríkt að þetta skildi geta. Já, þetta skuli hafi verið til þarna þessum árum þegar þeir fóru að taka viðtal við hann Ómari Ragnarsson í sjónvarpinu og Árni Jónsson í Morgunblaðinu. Nákvæmlega, hann var bara þjóðþekktur. Alveg þjóðþekktur með það sama. Og þið verðum með 2 sýningar á þessu verki. Já, við viljum að 2 sýningar. Fyrsta sýningin er á Heimalandi klukkan 3. Já. Og ennur sýningin í Fossbúð í Skógum klukkan 20. Já, og þetta er á sunnudaginn næsta. Þetta er á sunnudaginn, 30. apríl. 30. apríl og allir náttúrulega velkomnir og allir velkomnir. 3.000 krónur aðgangseyrir. Já. Já, þetta er bara málið, hvetja fólk. Við þakkum alveg afskaplega mikið til. Já, ég skal heyrt svo mikið þetta. Þetta sé svo góð sýning og bráðskemmtileg, afasorgleg og bráðskemmtileg. Einmitt. Við hvetjum fólk allir sem vettlinga geta valdið að mæta og sjá þessar. Ég held að það verður engin svikin af því. Nei, það er alveg örugt mál. Þetta er semsagt á sunnudaginn, fyrir sýningin á Heimalandi klukkan 3 og svo síðari sýningin í Fossbúð í Skógum klukkan 20. Já. Sunnudaginn 30. apríl. Bestu þakki fyrir þetta stuttarspjall, Guðrún Inga. Takk sömuleiðis. Gangi ykkur vel. Já, takk. Takk, blessuð.